Seinast sem við ætlum að fara yfir núna jQuery og það ástæða fyrir því að ég vill helst ekki gera það, en jQuery ennþá það ótrúlega útbreitt að það mjög gott að þið hafið séð það og viti hvað það að vera. En í guðanna bænum aldrei byrja verkefni og nota jQuery. Ég veit að það þægilegt, en það samt, þið þurfið þess ekki. Það að nota jQuery í dag svona, það leysir mörg verkefni, en það samt ekki svona besta leiðin sem ég gerði. En það sem kom út fyrst árið 2006 og árið 2006 og árið 2017 mjög mismunandi tímar í vefforritun. Þetta kom út á þessum tíma sem við erum búin að fara yfir, þar sem allt var í messi. Og jQuery kom mér inn og var bara eitthvað, hey, þið bara innbútið jQuery, þið notið bara hérna dollarbreytuna eða jQuery og bara allt verður magically betra. Buggar í EE þeir bara hverfa og þið getur bara skrifa kóð á þess að vera að hugsa EE5, EE6, Safari og Firefox og eitthvað, þetta var áður en Chrome kom út og það var bara allt mjög mikið í messi. Og þetta byrjaði með þessari spurningu, hvað ef við gætum nota CSS-selektora í JavaScript? Og það í raun ástæðan fyrir því við höfum query-selektor og query-selektor all í dag út af jQuery. Það var í raun bara tekin syntaxin sem var notaður í jQuery og hann var bara gerður staðlaður í dominu. Og í raun núna í dag ef þið notið jQuery þá þið að nota query-selektor all eða query-selektor all. Og svo búin bara til fullt af svona helpurum sem hjálpaði við það til dæmis eins og þið kannist við. Það getur verið mjög margir stafir sem maður þarf að skrifa til að búa til element í JavaScript. Og þarna var það svona einfaldað. Þannig að við getum bara kallað í eitthvað sem mjög einfalt og búið til nýjar domnóður, hent-domnóðum, búið til event-handlera, fjarlægt á, hreyft hluti til á síðunni, gert Ajax requestur og svona. Og þetta ennþá í dag léttara í raun ef maður notar jQuery, en þeir samt sem áður að sækja eitthvað sem í raun annað forritunarssafn, eitthvað sem svona, það dependency fyrir ykkur, þeir í raun að ekki að nota nákvæmlega hlutin sem þið vilja vera að nota sem dommið sjálft, heldur að nota eitthvað og læra á eitthvað sem í raun eitthvað tól sem eitthvað annað fólk bjó til, sem ekki staðlað, þetta bara eitthvað þarna úti og þið vitið ekki hvernig það virkar undir niðri. Þannig að það betra að læra bara á actual hlutin sem dommið en að vera að læra á einhvern hlut sem svona abstraktari burtu fyrir ykkur hvernig dommið virkar. Og svo líka annað sem var svona killer feature í jQuery og ennþá í dag að það hægt að búa mjög auðveldlega til plugin og installa þeim. Þannig að það í raun bara til gomma af jQuery plugins, bara fyrir eiginlega allt sem ykkur dettur í hug. Þá var þetta á tímabilið þannig að maður bara installaði, vísaði script source yfir í jQuery, fór inn á plugins jQuery.com, já, þetta datepickari, þetta hitt, og svo var bara eitthvað komin 40 dependency sem voru bara allt sem maður þurfti og þú komið með vef. En þetta skalar ekkert sérstaklega vel og svo lendir maður í buggum eða maður lendir í að þurfa að gera eitthvað hluti sem aðeins öðruvísi en það sem að höfundur þessar plugina hafði í huga og þá verður allt afskaplega erfitt. En jQuery virkar sem sagt þannig að það expósa svona jQuery hlut sem annarkvort bara jQuery eða dollar og hann notaður til að finna einhverja domnóður og jQuery mjög smart með það hvernig það notar this. Þannig að við getum notað jQuery hlutin, fundið eitthvað og gert svo keðjað saman hlutina og haldið áfram að vinna með þá. Þannig að hérna getum við fundið eitthvað, my class, og svo skilar þetta jQuery hlutnum. Þannig að við getum notað hann áfram. Og jQuery styður CSS3 selektora, þannig að við getum notað eins og query selektor og það skilur okkur niðurstöðum í svona fylkislíki. Það ekki alveg akkurat fylki en fylkislíki eins og query selektor. Þannig að query selektor yfirleitt það sem við viljum nota. Og ef þið viljum nota $1000 þá getum við bara búið til function dollar sem tekur inn eitthvað sem skilur eitthvað bara document.queryselector það sem við sendið inn. En ef við finnum eitthvað með jQuery þá skilar það þessum jQuery hlut og þá getum við aftur gert eitthvað til þess að leita eða gera eitthvað. Þá getum við keðjað þessu svona saman og haldið áfram að vinna með það og þá verður þetta svona eins og að vinna með fallaforritun. Þannig að við getum sagt hérna
fyndu öll element sem eru með class, fyndu innan þeirra öll p-element, fyndu þriðja p-ið undir því, sem sagt 0, 1, 2 og bættu class foo við það. Þannig að svona verður þetta svona einfaldara. Þetta er mjög kraftmikið, en með svona kraftmikla hluti þá getur þetta líka orðið erfitt í viðhaldi og ólæsilegt og það eru svona, fólk getur farið að verða stolt að því að ná að koma allir virkninni. Ég var að vinna þessa virkni og mér tókst að gera það í einni keðjaðri 600 karaktera langri línu. Það er ein lína, geðveikt. Svo höfum við mörg föll til þess að vinna með element og þá er þetta í raun, þetta kallast allt á við þessi DOM-föll sem við erum búin að vera að vinna með. Við getum fengið þessi föll hérna, til dæmis eins og HTML. Ef við köllum á það fyrir eitthvað ákveðið sem við fundum með jQuery-hlöfnum, þá fáum við HTML-ið sem það er búið til úr. Ef við gefum því einhvern streng, þá setur það HTML-ið sem það er í þeim hlut. Og þetta setur svona hjúpun á DOM-föll sem gerir þetta auðveldara að vinna með, en ekki alltaf betra en auðveldara. Þannig að við höfum HTML, setur og sækir HTML, text, setur og sækir texta, attr, setur og sækir attribute, with, það bara gerir nákvæmlega sama og kalla í style, þess að athuga hvað with er, eða setur það. Við getum síðan búið til element, í steðan fyrir að gera document create element með því að gera svona, en þetta samt notar inner HTML sem að við viljum helst ekki nota, af því það þýðir í raun að við gefum browserum einhvern streng af HTML-i og segjum, hei, hér er einhver strengur af HTML-i, bara eitthvað, parsa þetta og setja þetta inn einhvern veginn. Þannig ef við gerum mistök þarna, þá erum við að fara að fá mistök út. Þannig ef við gleymum að loka p og byrjum eitthvað annað, eða þá erum við að láta browserinn parsa aftur. Það er margfalt hægvirkara en það að nota, búa til actual elementin og setja þau inn í DOM-tréð og það er í raun meiri líkur á villum. Svo fáum við þessi insert after, before, append to og prepend to föll sem að virka eins og þetta er bara nákvæmlega sama og er í DOM-inu, en hér er í raun insert after sem er ekki staðlaða með minnir og þá getum við gert svona nýtt append to ul. Þannig að þetta hérna bætir við eitthvað ul, einhverjum li og höfum remove til þess að fjarlæga. Svo getum við flakkað DOM-ið með hjálp jQuery sem er þá eins og við getum notað previous sibling, first child og svo framvegis. Og við getum keðjað þetta saman sem er svona, þetta er svona mest nice featurein við jQuery. Þannig að við getum fundið parent, eða .parents, þannig að við getum farið upp í raun DOM-tréð með einhverjum selektor, þá getum við findu forfaðir þessara nóðu sem passa við þennan selektor. Þannig að findu öll p, findu parentið á p-inu og findu síðan í raun alla forfeður þess sem eru div. Þetta getur verið mjög kraftmikið svona í einni línu. Children, það finnur öll börn, en svo höfum við find sem er fall, sem finnur öll börn og barnabörn. Þannig að hérna finnum við öll div, svo finnum við ströng börn, þannig að þetta er eins og í div stærra en p í CSS og svo finnum við span undir því, þannig að þetta er eins og div stærra en p bil span. Og svo siblings sem finnur sískinni. Next, pre, first, last. Alveg eins og þegar við erum að vinna með útlit í JavaScript, þá er öruggasta leiðin að breyta klösunum. Og þá getum við haft add class, remove class og toggle class og aftur þá er þetta það sem að staðlaða classlist API-ið byggir á er í raun það hvernig jQuery vann með klassa. Og svo það er bara classlist.add, remove og toggle, þannig að það þarf ekki þetta hérna. Og svo getum við notað CSS sem er svona flýtibreyta, þannig að við getum sagt .css, font size, gefur okkur CSS gildi fyrir það og setta svona eða senda inn hluti og setta þannig
Síðan getum við unnið með event handlera og þá on svona almenni event handlerinn sem þá virkar eins og add event listener. En svo höfum við svona hjálparföll sem þá í staðinn fyrir að skrifa on click, þá getum við sagt bara click og þá tekur hann beint við falli og submit og focus og svo off nota til þess að fjarlægja meðhöndlun á einhverjum atburð. Þannig að það svo remove event listener. Síðan jQuery með svona voðalega þægilega leiðir til þess að fela og sýna element. Þannig að við getum bara fundið eitthvað og gert hide, þá felum við það. Eða show, þá sýnum við það. Eða toggle, þá helum við það eða sýnum við það. Og það tekur inn streng sem slow, normal eða fast eða millisekundur sem stýrir þá hraðanum eða eitthvað fall sem keyrt eftir hreyfingu. Þetta samt var mjög lengi og ennþá í dag ekki optimal. Þetta mun ekki skila ykkur góðum í raun kóða til þess að hreyfingur hluti. Þetta mun í raun vera ekki hratt. Þetta mun nota hluti sem í raun ekki endilega eitthvað sem mun vera gott fyrir tölvur. Þetta mun vera að breyta bara við. Þetta mun ekki vera að nota translate eða transform. Svo hefur við fade in, fade out, slide up, slide in og alls konar föll til þess að vinna með þetta. Og svo aftur mikið til af plugins á pluginsjQuery.com. Síðan getum við unnið með Ajax í staðinn fyrir að nota new XML HTTP request. Þá getum við nota jQuery og það aftur mun þægilegra en að nota XML HTTP request. En í dag viljum við frekar nota fetch. Þannig að það í raun búið að allir þessi hluti sem jQuery var að leysa í raun búið að staðla og gera betri í öllum vöfrum í dag. Þannig að jQuery hefur verið mjög mikið notað og ennþá mjög mikið notað og samkvæmt einhverjar síðu sem ég treysti að því hún internetinu að sé að segja mig sannleikann, þá topp 10.000 quantcast sem ég held að sé eitthvað, þá eru 72% af vefjunum með jQuery. Og hvað var þetta mikið? 74 milljón vefsvæði eru með jQuery á sér af 374 milljónum sem þetta að segja sig entire internet. Þannig að þetta slatti og það fínt að kunna hvað jQuery Þannig að ef þið komið og fara að vinna einhvers staðar sem verið að nota jQuery þá vitið hvað það og þeir fljóta að læra svo smá það því að þið vitið að þetta bara hjúpun ofan á þessar aðgerðir sem við erum búin að vinna með. En það orðið mjög einfalt og betra að gera þetta bara beint í vafranum og þá sleppum við að vera að nota eitthvað 60 kilobæta dependency sem jQuery libraryið og við notum það bara í gegnum þessar einföldu aðgerðir sem við höfum í vafranum í gegnum staðlaða hluti. Og síða sem svona hvetur fólk til þess að nota ekki jQuery og segir þetta þetta svona og þá sjáum við þetta í staðinn svolítið mikið. Svo getum við sagt að við styðja E10 minnst. Þá post, request, einhver svona effects og þá þetta kosturinn við jQuery. Þetta yfirleitt hægt að gera þetta í einni skipun, eitthvað sem flóknara í öðrum hlutum. En samt til þess að finna document query selector. Aðeins lengur en að skrifa dollar, en þurfum ekki að nota jQuery. Og já, þetta á sínum tíma var þetta mjög gott og hafði mjög mikil áhrif á hvernig vefforritin í dag. En aftur, þurfum ekki að nota þetta í dag. Nei. jQuery alveg fínt. Bara ekki nota það í nýjum verkefnum. Please. Ef við skoðum aðeins hvernig þetta virkar, þá eitthvað dæmi þar sem við erum með einhver texta svo einhverja 4 takka. Þá sjáum við þurfum við að sækja jQuery til þess að hafa þá virkni til staðar. Hér nýjasta útgáfan sótt á code.jQuery á svona CDN sem Content Delivery Network sem jQuery með. Og þetta sækir minified útgáfuna af jQuery
Þannig að þá sjáum við ef við opnum þetta, þá í rauninni þetta sá kóður sem við erum að sækja og keyra og nota og treysta til þess að leysa verkefnið okkar. Þannig að við erum, þetta dependency, þetta það sem það kostar fyrir okkur að nota þetta. Og alltaf þegar við erum að sækja eitthvað svona library, þá alltaf eitthvað kostnaður. Hann það að við erum að nota eitthvað frá öðrum forriturum. Og hérna ætlum við að segja, hér eitthvað takki, hann ætlar að telja hvað mörg p innan main, en ekki fyrsta. Þannig að þá ýtum við hérna á þennan takka. Þau eru 5. Þá sjáum við hvað við gerum hérna. Við segjum count, finnum count hérna með dollar, count, klikk, eitthvað fall, ps, main, find, p, þetta finnur við fyrsta líka, ég veit ekki hvað þetta hérna, og skrifar út hérna hvað þetta langt og hver eru p-in. Þannig að þá sjáum við þetta hérna p, við fáum 5 paragraf, þau eru hér, og þá sjáum við þetta þessi jQuery hlutur sem við erum að fá tilbaka hérna. Hérna fyrsta í raun bara p-ið. Þannig að þetta eins og að nota query-selector. Síðan fyrir næsta, þá ætlum við að bæta við handler sem klónar p. Þannig að þá ætlum við að segja hérna adder, það þessi hér. Þegar við klikkum á takkan adder, þá ætlum við að búa til eventli sem á main, sem hlustar á klikk, en hann hlustar bara á klikk sem að koma frá p, frá þessum hérna selector sem p. Þá ætlum við að keyra fall hérna. Þá ætlum við að console logga this, og hérna ætlum við að búa til svona dollar af this, sem því að við tökum this sem að verði þá DOM element, við hendum því inn í jQuery hlutin og fáum þá í raun rappaðan hlut tilbaka sem í raun jQuery hluturinn fyrir það element. Svo ætlum við að segja clone, við ætlum að klóna í raun elementið og við ætlum að bæta því við fyrir framan upprunalega hlutin. Þannig að þá ýtum við á þetta hérna, já, svona, þá klónum við í raun það p sem við smellum á. Og með því að bæta þessu á main, þá þýðir það þannig að öll p sem við klónum að vera til ný, þau fá hann event handler, af því að hann liggur ofar, hann liggur hana á main. Þannig að ég ít á main, hann finnur p og hann klónar p. Síðan hérna ætlum við að hætta að klóna, þá það hérna, við ítum á þann takk, þá segjum við off click p, en þá hættum við þessu. Það virkar þetta ekki lengur. Síðan hérna seinasti, þá ætlum við að gera þannig að ef við smellum á fyrirsagnir, hérna fyrirsögn, hún líka alltaf þegar við hoverum, þá að bæta við upprópunarmerkinum. Þá séum við hérna, það gert í einni línu hér. Finnum h2, hover, this text, skilar textanum, plus 1 upprópunarmerki. Þannig að þá bætastu við í hvert skipti sem við hoverum yfir. En ef við ætlum að búa til hann toggler, þá virkar þannig að hann finnur hérna öll h2. Þegar við smellum á h2, þá ætlum við að finna div content, næsta div content sem við það h2. Við skoðum hérna hvernig þetta lítur úr, þá það h2, next div content þessi, og við ætlum að segja slide toggle á 500 millisekundum. Þannig að slide toggle eitthvað sem að slide togglar hérna því sem finnst hér. Þannig að þá ef við gerum svona fela efni, þá smellum við hérna á og þá svona, hver eru það? Þannig að þetta gerir eitthvað sem við veitum ekki hvað við veitum bara að þetta virkar. Þannig að þá sjáum við, þetta að gera eitthvað hérna svakalega mikið. Þetta ekki að transforma, þetta að breyta height. Þannig að þetta hérna, tölva mín núna hægt og rólega fyrir að ég heyri meiri í henni, af því að þetta ekki GPU, CPU hérna aðgerð. Þannig að þetta skemmtilegt. En þannig að vinna með jQuery getur verið miklu minna af kóða en það sem við erum búin að vera að gera núna. En við getum líka bara
nýtt okkur það að við kunnum að búa til föll og við kunnum núna aðeins að vinna með fallaforritun og getum búið til okkar eigin föll sem að gera svona. Við þurfum ekki að vera að nota jQuery. Þó svo að það sé fínt líka stundum. Bara ekki nýja verkefni. Herru, þá bara búið að fara yfir allt efni.